Já, varðandi heimaverkefni 3 að þá ein spurningin þannig hvernig hægt að nota 2 segulrofa til þess að láta mótor ganga í sitt hvora snúningsáttina. Og þá finnum við verkefni 2C, færibandaverkefnið. Þar létum við mótor ganga í báðar snúningsáttir og notuðum 2 segulrofa og færibandið gekk í sitt hvora áttina og þá tengdum við mismunandi fasaröð í gegnum segulrofana inn á mótorinn, þannig að mótorinn fékk fyrst eina fasaröð, kannski L3, L2 og L1. Svo það var þegar að K1 var inni segulrofinn. Hérna eru kraftrásar snerturnar í segulrofanum og síðan skiptum við yfir á hina snúningsáttina, það var með því að slökkva á K1 og setja K2 inn í staðinn og þá fær mótorinn L1, L2 og L3 aðra fasaröð, þannig hann snýst þá í hina áttina. Ok, þetta var varðandi atriði í heimaverkefni 2. Af því að svo eru fleiri staðir í efni í einunni, þar sem að ég var að opna, þar sem að eru alls konar tákn og það er raftákn og slíkt, til dæmis raftákn í rafteikningum og við förum í það í síðasta hlutanum og þetta er líka það sem við þurfum að fara í gegnum, það er hvað við förum í. Já. Það, sjá, hérna að reyna að finna þetta, hérna er þetta. Hérna eru tákn, svipuð tákn eins og við fórum, eins og þið hafið farið í gegnum í rafmagnsfræði 253. Þá eru hérna úr bæði kraftrásar myndum, eins og hérna er yfirárásvörn, 3 fasa yfirárásvörn úr kraftrás, 3 fasa kraftrás og hérna er skamhlaupsvörn og yfirárásvörn í einu stykkinu úr kraftrás líka og svo erum við náttúrulega með kannski einhvers staðar 3 fasa, hérna er bara reynda 2 póla sjálfar, við getum líka verið með 3 póla sjálfar einhvers staðar. Það er þá fyrir mótoraðilega, en svo er hérna tákn fyrir yfirárásvarnirnar, snertur úr yfirárásvörnum, þær eru sýndar svona. Það er svona mismunandi útfærslur af því. Góðan dag, en þetta er reyndar yfirárásvörn og í rauninni er þetta mótorsjálfráði vegna þess að hér er líka skamhlaupsvörn inn í þessu. Þessi mynd hér. En í dag þá ætlum við að fara í gegnum ýmislegt eins og til dæmis dæmi jafnströms einfasa mótora, ekki rafströms einfasa mótora og hérna er efnið sem við ætlum að fara í. Það er 3 fasa pólskipti mótorar og síðan förum við í hraðastýringar og stöðlun rafströmsmótora, bilunarleit í rafströmsmótorum, einfasamótorar og svo kannski reynum við aðeins að skoða eitthvað dæmi æfingapróf. Þannig að þetta er það sem við ætlum að fara í, þetta bláa hérna. Ok, og við byrjum á pólskiptimótorum. Aðeins að átta okkur hvað er verið að tala pólskiptimótora. Það er þannig að það eru til 2 tegundir af mótorum sem að eru með annarkot 1 sett af sáturvöfum sem hægt er að tengja þannig að það verði með mismunandi fjölda af pólum og þar af leiðandi mismunandi
hraða, snúningshraða. Og þá þetta aðalega tvær gerðir. Það annars vegar Dalander mótor, svokallaður, þess að Dalander tenging, og þá þetta þannig að þetta VAF sem að allt samtengt og það mismunandi útfærslur á því. Ef við sjáum hérna til dæmis, hér sjáum við þríhyrningstengingu, svona D og svona annars vegar, og þá erum við að tala til dæmis eins og hér að það hérna 1460 snúningar á mínútu. Það þess að þá erum við með sem sagt D-tenginguna, og hins vegar þá erum við með Y-tengingu og það þá 2915 snúningar, og þetta mismunandi mismunandi afl sem líka með, sem gefa. Og svo þetta dæmi Dalander mótor. Svo eru líka til mótorar sem eru með tveimur aðskildum vöfum, og þá eru þeir bara til dæmis með 2 pólpara eða 4 pólpara eða eitthvað slíkt, sko. Hérna reyndar 2 póla og svo 4 póla, þessi hérna. Svo að hérna það eru til ýmsar útfærslur af þessu. Þannig að þetta nafn hérna á þessum mótorum, pólskiptir skammtaflutningsmótorar, það þýðir það að við erum að skipta á milli pólpara fjölda í þeim. Hvort sem það eru Dalander mótorar eða mótorar með tveimur aðskildum vöfum. Þannig að þá eins og í sátrinu þá séu bara 2 mismunandi sátur. Það hinn gerðin af þessum pólskipti mótorum, skammtaflutningsmótorum. Og þetta svona 2 hraða mótorar oftast, auðvitað til fleiri hraðar, það bara þá með fleiri vöfum, en þetta svona langalgengast að sjá þetta þá sem 2 hraða, og þá getur þetta verið til dæmis við blásarar með 2 hröðum eða eitthvað slíkt, sko. Og þá erum við aðalega bara að læra þetta svona, sko, núna, sko, af því að þetta ennþá til á markaðnum, þessi pólskiptu mótorar. Hins vegar eru náttúrulega hraðastýringar þar, þær eru mikið að taka yfir þessa mótora líka. Og en síðan förum við yfir í hraðastýringarnar, og ég skoða hérna hraðastýringarnar, tíðnibreytana, þá það þarf að setja þetta inn hjá ykkur. Hérna við höfum skjal þar sem það talað hérna svona kassamyndir af tíðnibreyti, og þá erum við með afriðil hérna á mynd 1, fyrsta kassanum hérna. Í 2 erum við með þétta sem að halda spennu á jafnstraumnum. Það að afriðillinn, hann breytir 3-fasa reiðstraum eða einfasa, fasa 0 í jafnspennu sem er geymt hérna á þéttum. Og síðan í kassa 3 þá verið að breyta jafnspennunni í 3-fasa reiðspennu með mismunandi tíðni, og þá breytir spennan líka jafnframt. Og hvernig þetta gert? Við sjáum aðeins hérna betur, hérna svona búnaður eldri gerð, þar sem að sjáum hérna 6 díóður. Þetta afriðisbrúin fyrir 3-fasa spennu hérna inn, og
síðan þetta gömul aðferð sem orðin úrelt hérna, þannig að við skulum ekki dvelja við það, heldur að hérna við með það sem framleitt í dag. Þessi aðferð notuð, Pulse Width Modulation eða PWM, Pulse Width-mótun, og það ýmist sem sagt þessi transistorar hérna eða MOSFET transistorar, þá í minni gerðum af drifum. Þá í rauninni alveg nóg að vera með MOSFET transistora, en þessi transistorar voru kallaðar sem sagt insulated, það stendur fyrir insulated gate bipolar transistorar. Það var vegna þess að sem sagt fyrri hlutin af þessu transistorum þeir voru með hátt inngangsviðnám, þannig að væri hægt að hérna kveikja og slökkva á þeim mjög hratt sem sagt með tiltölulega auðveldum búnaði og í rauninni bara sviðsáhrifa transistorar. Það var gert það bara sem sagt með spennu, háu eða lágu gildi af spennu til þess að slökkva og kveikja á þeim, og seinni hlutinn þolir mikinn straum, sem sagt bipolar transistorinn, hann þolir talsvert mikinn straum. Þess vegna voru þeir samsettir svona. Og þá voru þessir 6 transistorar hérna sem við sjáum hérna til hægri, þeir búa til þá spennu sem að lítur út eins og gæti verið svona. Sjáu þið þessa spennu hérna. Svolítið eins og loðið, eða ekki? Við gert með mjög hárri tíðni. Og þetta tekið af Danfoss-rafstýringunni hérna inni í 106 stofunni. Þannig að þarna bara að vera slökk og kveikja á þessu transistorum. Þannig að við erum að búa til riðspennuna, eða svona sinusbylgju, og hérna bara einn fasi af 3 sem að ég var að mæla. Þannig að þá sem sagt erum við líka að teygja úr þessari bylgju og hérna fá þá lægri tíðni inn á mótorinn og eða hærri tíðni eftir hvað við bara stillum óskum eftir og hérna eitt sem að kemur inn í það að ef að mótorinn undir talsvert miklu álagi á lágum snúningshraða, þá gæti hann hitna á það mikið. Þess vegna þarf að fylgjast með hitanum með hitamælingu á vöfum mótorsins. Og við tengjum það upp fljótlega í verklegu. En sá búnaður reyndar ekki fyrir næsta próf, heldur það bara þetta tekið fyrir núna svona almennt hvernig þetta gert. En ég ætla að setja þessi glærur inn á undir efni á eftir. Svo að hérna, þetta var hraðastýringar fyrir risturmótora og við förum aftur í þetta áður við förum í próf 3. En ég ætla að taka þá fyrir, af því að við erum að fara í aðeins í hraðastýringar núna, þá hérna það búið í bili. Síðan að stöðlun risturmótora sem við þurfum að fara í hérna og þá það hérna sem að við sjáum við erum búin að fara í gegnum þetta stöðlun risturmótora. Já. Það sem að þið þurfum að passa vel upp á varðandi vélar og þið kannski lendið í því að það einhver mótor sem að brennur yfir eða skemmist og þið þurfum að skipta hann. Það þurfum að athuga eftir hvaða staðli hann framleiddur. Það getur verið að hérna, það sé freistandi að kaupa bara einhvern ódýran mótor bara einhverstað frá bara kannski á eBay eða eitthvað slíkt og skiptum. Reynaskiptum, en þá bara oft á tíðan þá passa ekki festingarnar eða eitthvað annað sem passar ekki og hérna líka hætt við því að hann endist ekki eins lengi ef að jafnvel þó að hann myndi passa, en
Að sé til dæmis ef hann væri framleiddur eftir evrópskum stöðlum þá eru kannski komnar einhverjar aðrar mælingar eða þá hann byggður eftir öðrum sem sagt Gæðastöðlum. Já, gæðastöðlum og málum. Þá ekki langt á milli gata eða eitthvað sem að passar ekki saman. Já. Það bara öðruvísi framleiðsla. Og þannig að það gæti kannski verið erfitt fyrir ykkur að fá hann kannski til þess að ástengjast eða ef hann ástengdur við einhverja vél að stilla það rétt af, skiljið. Geti lent í vandræði með það sem dæmi. Og þannig að það fyrst og fremst það sem að þarf að passa. Eftir hvaða staðli hann framleiddur og þá sést það á merkiskiltinu. Þannig að þið skoðið það vel. Þið sjáið hérna á þessum myndum að það verið að merkja sem sagt málin á milli ýmsa sem sagt eins og milli gata hérna á undirstöðuna á honum og út í öxulinn og frá hæðin yfir í miðjan öxul frá undirstöðunni og allt slíkt sko. Þetta sem sagt varðandi þessar stöðlun. Ok. Nú, rakavörnin, þéttleiki mótora, hann náttúrulega mismunandi. Við svöruðum hérna einni spurningu í dæmi hjá okkur, en þetta sem sagt mismunandi gröfur hérna, sem sagt index of protection eða degrees of protection, það IP-tala og þar sem að fyrri tala rykþéttleikinn og seinni talan vatnsþéttleikinn. Og hérna ég með bara texta, ég einhvers staðar annars staðar með líka einhver myndir af þessu, en sem sagt eins og ef þetta væri IP 50, segjum þetta væri IP 53, þá svo að hann væri varinn gegn vatni sem sagt einhvern veginn, spraying water, ég veit ekki hvernig best að íslenska það. Og síðan IP 54 væri þá varinn gegn splashing water, það skvettvarinn, minnir mig að sé kallað. Og síðan hérna IP 55, þá það hérna varinn gegn sprautuvarinn, water jets, og síðan til dæmis IP 56 væri þá against heavy seas, þá þann í rauninni ætti að þola að vera út á dekki, sem sagt, þá hérna væri hann með skvettur úr öllum áttum, sem sagt, og þá hérna, sem sagt, það eru til tveir tölustafir í viðbót en það á nú þá sennilega ekki við mótora nema þeir séu þá alveg sérstaklega útbúnir, en það þá, ef það veri talan 7, að þá ætti rafbúnaðurinn að þola að vera á 1 meters dýpi og síðan 8, þá skilgreint á hversu miklu dýpi rafbúnaðurinn má fara. En það er greinlegt að það ekki farið hærra inn í 6 hérna, allavega hjá þessum framleiðanda sem að þessi tafla kemur frá. Og við sjáum hérna að hérna IP 56 óvarið dekk göng í tvöföldu botni. Það sem sagt IP 56, þetta meðal annars sem sagt þá rafbúnaður sem að hér vantar merkingu á það hvaða búnaður þetta hvort það eru rofar eða hérna rafvélar. En
Ég var með þetta einhvers staðar í öðru skjali. Ok, þá varðandi hitaflokkana, við fórum aðeins í það síðast af því að við vorum með spurningu úr 19. kaflanum þetta og hér eru nokkrir flokkar og þetta varðandi efnið, einangrunarefnið í mótorunum eða rafvélunum almennt, að það eru ákveðin bókstafir sem að tákna hitaflokkana og F hitaflokkurinn er mjög algengur og hér byggist þetta þannig upp að það eru 40 gráðurnar fyrstu eru hugsaðar sem svona grunnhiti eða umhverfishiti sem mótorinn getur verið í. Síðan kallað hitaris, til dæmis eins og í F-flokknum, að þegar mótorinn er í notkun þá gæti hann hitnað allt að 100 gráður. Þá hann orðinn í heildina þá 140 gráður heitur og getur þá unnið þannig og síðan eru öryggismörk 15 gráður þar til viðbótar og þá í rauninni þess vegna heitir þessi flokkur þá 155 gráðu flokkur F sem dæmi. Þannig byggist þetta upp, þannig að hitaaukningin frá umhverfishitastiginu kemur þá fram sem grái flöturinn og svo eru öryggismörkin þar fyrir ofan á þessum flokkum. Ok, þannig þetta hugsað. Síðan við að fara í hitaliðana, þá ég ætla að bíða aðeins með þá því að við förum í það í síðasta hlutanum. En nú ætla ég að skella mér bara beint í varðandi bílananleit og varðandi það ég með svona mynd, svona rafbílanir og það oftast rof eða sambandsleysi. Þá notum við ámæli eða pröfulampa til þess að finna það og það getur verið einangrunarbílun. Þá erum við með ámæli eða megaómæli og þá getum við verið að mæla leiðinni til jarðar eða út í hús og það þá sýnt á myndinni til vinstri. Nú það getur verið líka einangrunarbilun ef leiðinni á milli fasa vafa og þá það til dæmis sem U-vafsins og vafsins en þetta þá meggar sem við notum til að finna hvort það leiðinni þar á milli eða einangrunarbilun. Og síðan lengst til hægri þá erum við með leiðinni á milli vindinga í sama fasa vafi. Þá vafið orðið brunnið og einangrunin orðin ónýtt á milli vírana og vírarnir farnir að tengjast saman í hverju vafi fyrir sig. Og þetta þá aðalega fundið með svona spanmælitæki sem við gerum þá líka í mælingaverkefni og í síðasta hollinu og fyrir það verkefni þá fyrir síðasta prófið. En núna erum við að undirbúa okkur fyrir próf 2, þannig að þetta eru svona helstu rafbílanir sem við erum að tala um og þá förum við yfir í einfasamótorana og svo förum við í spurningarnar. Einfasamótorarnir, þeir eru í 19. kaflanum og þá erum við að tala um skammhlaunsmótora. Þeir eru mikið notaðir í heimilistækjum eins og í þvottavélum, ísskápum, frystikistum og svona aðeins og svona dælur getur verið bara þess vegna viftur líka og litlar dælur og það kallað skammhlaunsmótorar sem getur verið í þeim tækjum. Síðan eru alstraumsmótorar. Þetta til dæmis
þeir eru mikið í ryksugum og verkfærum eins og svona stærri gerðum af borvélum og yfirleitt með þá hraðastýringu sem með trajekt. Þá erum við ekki að tala neitt rafhlöðuvélar eða neitt slíkt sko. Þetta ekki batterísborvélar. Þetta eru höggborvélar, já, yfirleitt öflugar höggborvélar og sem er tengdar við 230 volta spennu til dæmis. Og það er alstraumsmótor sem er notaður í það. Og hann er byggður þá þannig upp að það er snúðvöfin eru raðtengd þá við segulvafið í þessu. Og þarna eru líka minni hrærivélar. Við erum ekki að tala stórar iðnaðarhrærivélar, þetta er bara litlar hrærivélar, þær eru líka með svona alstraumsmótor. Síðan koma skuggabólsmótorar og þeir eru mjög algengir sem dælumótorar fyrir þvottavélar, bæði þvottavélar sem að þvo þvott og líka uppþvottavélar sem að þvo diska og glös og svoleiðis. Og þetta eru svona smádælur og það geta líka verið viftur í ýmsum tækjum sem að skuggabólsmótorarnir eru. Og síðan eru skrefmótorar og þeir eru þá fyrir svona vélmenni og ritvélar, tölvuprentara og slíkt en algengir í þjörkum eða vélmennum. Og þá skulum við aðeins skoða hvernig þeir líta út að eins og skammhlaunsmótorar, einfasa skammhlaunsmótorar, þeir hafa 2 vöf, aðalvaf og hjálparvaf. Og þeir eru yfirleitt með allavega ræsiþétti og stundum eru með 2 þétta, bæði ræsiþétti og gangþétti. Og hérna verður aðeins að reyna að sýna afstöðu milli aðalvafs og hjálparvafs og þá er reynt að vera með það bil 90 gráðu afstöðu milli þeirra og þá jafnframt með stilla það þannig til með ræsiþéttunum að straumurinn milli fasauki milli straumsins í aðalvafi og straumsins í hjálparvafinu sé 90 til 100 gráður og þá fær hann gott ræsivægi. Og stundum eru þeir bara gangandi á aðalvafinu og þá kemur bara hjálparvafið inn í ræsingunni. En í sumum mótorum þá verður hjálparvafið að vera með, fyrir eftir náttúrulega bara hvernig þeir eru undnir og þá hafa þeir gangþétti. Þá hafa þeir 2 þétta. Svo að hérna höfum við ræsi aðferðirnar, þær eru 3. Og það er það er ræsing með liða, liðaræsing, það er með ræsiþétti og miðflóttaaflsrofa og svo er 3. aðferðin sem er ekki sýnd með mynd hérna, en það er með viðnámsræsingu og þá væri viðnám sem væri tengt í raðtengingu við hjálparvafið til þess að mynda fasvík og þar að leiðandi ræsivægi, þess að fasvík á milli straums í aðalvafi og hjálparvafi, þannig að það myndi nægilega mikið ræsivægi. Þannig að þetta eru 3 aðferðir: viðnámsræsing, liðaræsing og þéttisræsing. Það er svona stuttasvarið við þessum hvernig er ræstur einfasa skammhlaunsmótor. Það eru 3 aðferðir: viðnámsræsing, þéttisræsing og liðaræsing. Og hérna er verið að sýna hornið á milli straumsins í hjálparvafi og aðalvafi og þá fær hann gott ræsivægi ef þetta er svona milli 90 og 100 gráður.
fasvikið milli straumsins í aðalvafi og hjálpavafi. Og þá það næst alstöðnismótorinn. Hérna segulvafið, það raðtengt við snúðinn og snúðurinn með straumvendi, vendigeirum hérna og snúðurinn undinn hérna. Og þetta þá í borvélum, hrærivélum, ryksugum sem að þessi mótor eru. Og já, reyndar þetta hefur breyst svolítið í það voru einu sinni svona mótorar í þvottavélum en hérna ekki lengur vegna þess að nú eru þetta orðnir 3-fasa mótorar og þeir ganga þá frá hraðastýringu. Þannig að núna eru nýjar þvottavélar sem þvott, þær eru með 3-fasa mótorum. Ok, svo eru skuggapólsmótorar, þeir eru notaðir í dælum í þvottavélum og líka svona viftur og hérna aðalvafið og svo skuggapólsvafið hérna. Það svona sverir leiðarar í því og hérna sjáum við hvernig þetta virkar að hérna spólan, hér aðalvafið í rauninni, býr til segulsvið hérna í kjarnanum sem fer í gegnum snúðinn hérna og snúðurinn hann skammhleyptur í endana eins og bara skammhleypsmótor og við sjáum hérna í endan á leiðarunum og svo eru skuggapólsvöfin, þau eru sett svona, þessi svörvöf sett bara hérna upp á og þar bara myndast eða spannst upp straumur og þessi skuggapólsvöf þau eru ekkert tengt neitt ytri straumrás heldur það bara spannast upp straumur í þeim vegna breytilega segulsviðs frá aðalvafinu hérna. En þessi mótor hann fær ræsivægi sitt og snúningsvægi út frá mismuninum á bara segulsviðinu, það ekki á sama tíma í hámarki frá aðalsegulsviðinu og segulsviði frá skuggapólunum hérna. Þannig að það mismunandi tímum, svo að þess vegna fær hann bæði ræsivægi og svo snúningsvægi. Þannig að það munur á milli, tímamunur á milli phi 1 sjáðu hérna og phi 2. Þess vegna getur hann snúist. Síðan eru hérna skrefmótorar og þá bara verið að tengja inn á þessi litlu spólur og þær fá straum sitt hvora áttina þannig að myndast norðurpól eða suðurpól ýmist eftir straumáttunni og ef við lítum á þetta hér þá sjáum við hvernig svona hægt að mynda snúning í svona mótor með því að víxla straumátt hérna. Fyrst straumurinn hérna inn að neðanverðu og svo hann út hérna og þá breytist spólunir þannig að myndast snúningur á snúðinn sem að með síseglum og þessar 3 myndir hérna sýna okkur að snúðurinn farin að snúast. Ok, þetta eru þá hérna þessir mótorar og þá eru bara spurningarnar á æfingadæmin. Þá förum við gegnum það og það á hér. 1931, sjáum við þetta hérna. Ég ætla að renna í gegnum þetta og síðan ætla ég að gefa ykkur tíma til að svara þessu hægt og rólega. Fyrir fyrst bara hratt í gegnum þetta og svo förum við hægt í gegnum þetta. Þannig að ég geti bara slökkt á upptökunni þegar ég búin að fara hratt í gegnum þetta, skiljið. Ok.
Fyrst, 1931, nefndu 3 mismunandi aðferðir til þess að mynda ræsivægi í einfasa mótorum. Og þetta eru einfasa skamhljómsmótorar aðalega. Og það er sem sagt, það er þéttisræsing, viðnámsræsing og liðaræsing. Þetta er sem sagt stuttasvarið. En þá er aðeins nánar. Í fyrsta lagi þá er raðtengdur þéttir við hjálpavafið sem er aftengdur strax eftir ræsingu með miðflótta aflsrofa. Þetta er oft, til dæmis í standborvélum, þá gerist þetta svona að það er settur straumur á og maður heyrir smell þegar að miðflótta aflsrofinn aftengir hjálpavafið og þéttin, ræsi þéttin. Í öðru lagi, það er raðtengt mótstafa við hjálpavafið, þetta er viðnámsræsing og ég held að þetta sé nú orðið sjaldgæfara í dag. En hins vegar er liðaræsingin ennþá mjög algeng, sérstaklega í svona litlum kæliþjöppum eins og við ískápa. Þetta er mikið notað í ískápum, kæliþjöppur í ískápum, frystikistum. Þannig að þá er spóla, hún er raðtengd við aðalvafið og ræsistraumur í gegnum spóluna hefur áhrif á snertu. Þannig að hún tengir hjálpavafið í stuttan tíma til þess að koma mótornum í gang. Við sjáum þetta gerast á þessari mynd sem var í bókinni. Við sjáum tengimyndina þar sem að er aðalvafið. Þegar við setjum straum á mótorinn þá fer straumur í gegnum spóluna fyrst ræsistraumur, mikið straumur í gegnum aðalvafið og þá segulmagnast spólan, dregur til sín kjarnan og tengir snertuna inn á hjálpavafið. Síðan mótorinn kominn í gang, þá minnkar straumurinn inn á aðalvafið. Og þá minnkar segulsviðið í spólunni, í spólrófunum og hún missir segulkraftinn, gormkraftur vinnur á móti segulkraftunum og opnar snertunni aftur. Og þá gengur hún ekki lengur með hjálpavafinu líka, heldur bara á aðalvafinu. Og þá er kælipressan komin í gang. Og ég get líka sýnt ykkur, við erum búin að skera í sundur svona pressur, þannig að við skulum skoða það. Ok. Það höldum áfram að fara í gegnum þetta. Spurningarnar. Hvað þarf hornið milli straumanna í aðal- og hjálpavafi að vera stórt til þess að mynda hámarks ræsivægi? Það er það bil 90 gráðu til 100 gráðu. Þá fær mótorinn gott ræsivægi. Síðan gera reismynd sem sýnir staðsetningu aðal- og hjálpavafi í sátri skamhljómsmótors og það var þessi mynd sem að ég var með úr bókinni og það er það bil svona 90 gráðu afstæða milli aðalvafsins og hjálpavafsins. Síðan 34. Hvernig er hægt að breyta snúningshátt einfasa skamhljómsmótors? Það er til dæmis með því að víxla endum á aðalvafinu eða hjálpavafinu. Þá fer hann í hina áttina. Það er þá bara að gera það í tengihólfinu á mótornum. Bara víxla endunum þar. Og þá kemur dæmi. Einfasa 50 W skamhljómsmótor hefur afstöðuleg 0,72, nýtnina 55%. Hve mikið straum tekur hann frá 220 V neti við fulla lestun? Og til þess að geta reiknað út þá verðum við alltaf að byrja á því að reikna aflið inn. Það er gefið nýtni í prósentum, 55%, og þá erum við að deila með 100 í það og þá erum við með það 0,55. Við deilum upp í 50 vöttin sem er aflið út.
þá fáum við aflið inn sem er miklu meira, það er 90,9 watt. Þegar við tökum aflið inn þá getum við deilt með spennunni og cos-phi. Og passið ykkur á einu, þetta er einfasa. Hverju sleppum við þá úr svona formúlu þegar við erum með einfasa afl? Jú, passar. Ef við værum með þryggjafasa mótora þá værum við að nota rótina 3, en hérna erum við með einfasa, þess vegna sleppum við rótina 3. Ok. Aftur næsta dæmi, einfasa 200 watta skammstafnsmótor, hann tekur 2,25 ampere frá 220 volta neti við fulla lestun. Afstöðullin er 0,7, sem sagt cos-phi er 0,7. Hve mikið afl tekur mótorinn frá neti? Og hérna er nefnilega gefið spenna, straumur og afstöðull. Þannig að þá markvölduðu þetta saman. Aflið inn er þá spennan 220 volt sinnum straumurinn 2,25 ampere sinnum afstöðullin 0,7. Og í guðanabænum ekki taka kósinus af þessari tölu. Það má alls ekki. Bara sinnum 0,7. Þá er þetta 346,5 watt sem er aflið inn, en aflið út sem hann skilar sem hreyfiafl er 200 watt. Ok. B-liður, hve mikið afl tapast í mótornum? Þá drögum við aflið út frá aflinu inn og það tapast í mótornum er 146,5 watt. Og hver er nýtni mótorsins? Þá er það P út deilt með P inn, nú vitum við P inn, þannig að við deilum það upp í þessi 200 watt og þá fáum við 0,577 eða ef við viljum gefa þetta upp í prósentum þá getum við margfaldað þessa tölu með 100, þá er þetta 57,7% nýtni. En ef þið væri að reikna þetta á prófið þá væri rauninni yfirleitt alveg nóg að gefa þessa hlutfallstölu bara 0,577. Ok. Síðan reiknaðu sýndaraflið, þá er það S, það er bara U sinnum I. Af því þetta er einfasa, þá sleppum við náttúrulega rótina 3. Ok. Og þá bara 220 volt sinnum straumurinn 2,25 ampere og við fáum 495 volt ampere. Og þá er settur afþrýningur í kvarða og þá er raunaflið 346,5 watt, sýndaraflið 495 volt ampere og þá er Q-ið launaflið 353,5 volt ampere reaktív. Og svo hvaða atriði er það sem gefur alstraumsmótor sérstöðu meðal rafmótora? Og það er bara þannig að snúningshraðinn hann er ekki bundinn tíðni og pólparafjölda, heldur bara eins og í radarvél sem sagt, jafnströmsvél sem sagt til dæmis. Það er snúningsvægið í hlutfalli við straumstyrkin í snúleðurunum og styrkleika segursviðsins. Og þessi mótor hann gengur bæði fyrir riðstraumi og jafnstraumi. Þetta radarvél eins og þið eru með í bílnum ykkar, það er, hvaða mótor er það? Það er startarinn. Já. Þannig að þetta er samskonar svona vél að því leyti að þetta er raðtengt snúðvafið og segulvafið. Það er það sem er líkt með alstraumsmótor og radarvél, jafnstraumsvél sko. Ok, síðan á að gera rismynd af straumrás alstraumsmótors og þá sjáum við raðtengingdan, sem sagt raðtengda sáturvafið, sem sagt segulvafið við snúðvafið. Og hér sjáum við bara kólinn tengt inn á straumvendinn og heitt kólið tengist svo út í riðspennu eða jafnspennu. Og áður fyrr þá voru til ryksögur sem að
gengu á til dæmis 220 volta jafnstraum, svo var hægt að taka bara úr sambandi þar og setja í 220 volta reiðstraum. Skipti engu máli hvort að jafnstraum eða reiðstraumur, gengu mjög vel á báðar tegundir af straum vegna þess að þarna var á ferðinni alstraumsmótor. Og svo eru fleiri spurningar hér. Í hvaða tilfellum skuggapólsmótorar notaðir? Skuggapólsmótorar aðal notaðir í litlum kæliviftum og í dælum, eins og dælum í þvottavélum, sem er með þá lítið álag í ræsingu. Og síðan í 40 hérna, í hvaða tilfellum nýtast kostir skrefmótora best, og þeir nýtast helst þar sem að hreyfingar þurfa að vera nákvæmar og snöggar, eins og til dæmis í ritvélum eða skrifvélum eða framleiðslu vélmennum, þjörkum og slíkum, þar sem að skrefmótorar eru mikið notaðir. Þá ætla ég að loka þessari upptöku, en bara rétt að benda ykkur á að í efni neðst eru æfingapróf sem að þeir skulu endilega líta aðeins á. Það er æfingapróf 2 hérna. Það er best að opna fyrir það og þannig við getum skoðað það og förum hérna yfir einhver svona æfingapróf þá í næstu viku. En nú skulum við taka dæmatíma.